sjáið þið hérna á skjáinn. Af því að það kannski hægt líka að færa sig hérna eða setjast hér. Kemur bara ljósið að það fer á staðið, það ekki? Já. Þannig, við bara viljum bjóða okkur velkomin á þennan fund, íbúafund umhverfis- og auðlindastefnu fyrir Vestmannaeyjabæ og fyrir íbúa bæjarins. Þessi fundur náttúrulega hérna í salnum, en við erum líka erum að streyma honum á netinu og svo verður hann tekin upp líka. Við töldum mikilvægt að fara í þessa vinnu, að gera slíka stefnu þar sem að hún var ekki til hjá sveitarfélaginu. Og það var ákveðið að fara í þetta og fá Eflu til að vinna hana fyrir okkur ásamt starfsfólki sveitarfélagsins. Og áhersla var lögð á það að íbúar fengi að vera með í þessari vinnu. Og þess vegna erum við hér. Hrafnhildur og Eva frá Eflu, það alltaf taka þátt í fundunum, en þær eru með okkur á netinu. Já. Og við ætlum að hafa þetta þannig að umhverfisfulltrúi sveitarfélagsins, Dagný Hauksdóttir, hún ætlar að vera með kynningu þá vinnu sem búin að vera í gangi. Hún var að fara yfir vinnuna við greininguna, niðurstöðurnar úr greiningunni og sýna dæmi aðgerðir. Og að lokum ætlar hún að fara yfir auðlindirnar sem skiptast í náttúrun, landnýtingu og jarðefni. Og þegar hún hefur lokið því, þá ætlum við að fara í umræður og spurningar, og það blöð og pennar á borðunum. Það eru 2 spurningar sem hafa verið settar fram, en endilega komið með athugasemdir sem við síðan tökum, eða eitthvað sem þið viljið koma að koma þeim á blaðið. Og svo höfum við hugsað okkur líka í framhaldinu, ég er búin að fá hjá okkur netföng, í framhaldinu munum við gera könnun til þess að nýta inn í þessa vinnu. Og þá bara ætla ég að fá að gefa þér orðið, Dagný. Gjör svo vel. Já, takk fyrir og velkomin. Mjög gaman að sjá ykkur svona mörg mætt á íbúafund og við erum kannski aðeins eftir á tímalega séð, en það ágætt að þá gera ráð fyrir þeim sem kannski mættu aðeins og seint. En það sem sagt búið að vera að vinna núna í 1,5 ár í greiningu á umhverfismálum bæjarins og það kannski gott að segja til að byrja með að þetta bara umhverfismál sem eru rekstur bæjarins og það sem bæjarinn hefur umsjón með. Þannig að við auðvitað erum kannski ekki að ná yfir íbúa eða það sem fyrirtæki geta gert, þannig að það fókusinn. Og eins og Jóna segir, þá við erum búin að gera greiningu, en þá eftir að vinna stefnuna. Þannig að við erum ekki búin að ákveða aðgerðir og við erum núna að bara fara yfir það sem búið að gera. Og þannig að við getum kannski fengið þá ábendingar frá íbúum og vonumst til að þið bara láta ekki á okkur standa og meðan kynningunni stendur að þá getið þið skrifa niður spurningar eða ábendingur sem ykkur dettur í hug. Og já, og dagskráin eins og kannski Jóna búin að fara svolítið yfir, að við byrjum bara aðeins að ræða umhverfismál og förum svo yfir greininguna sem að gerða Vestmannaeyjabæ og síðan förum við aðeins yfir aðgerðir og ræðum svo auðlindahlutann. Og þegar að þessu kynningunni lokið, að þá ætlum við að hafa umræðu og spurningar og vonandi verði þá tilbúin og þeir sem eru á netinu, þeir geti líka skrifað spurningar inn á Saldó. Það birtur linkur á viðburðinum á Facebook síðu Vestmannaeyjar og það birtist núna í útsendingunni númer. Þeir geti annarkvort farið á linkinn eða þá að þeir geti farið á saldo.com og slegið þar inn númerið. Er þetta rétt, tæknimenn? Slido.com, já. Þannig að þið geti farið þar á meðan kynningunni stendur og skrifa spurningar eða ábendingar og tekið þannig virkan þátt í umræðum. Já, en ástæðan fyrir að við erum hér eru umhverfismál
Og mér langaði bara aðeins að byrja á að ræða að það eru náttúrulega mjög margar ólíkar tegundur umhverfismálum og það er stundum gott að gera greinarmun þar á milli til að maður kannski sé ekki að hugsa allt í einu. Og umhverfisáhrif, þau skiptast oft í svæðisbundin áhrif sem eru umhverfisáhrif sem eiga sér stað í nærumhverfinu og við sjáum kannski bara með berum augum, eða þá að það geta verið heims og svona víðtækari áhrif sem að við kannski gerum okkur ekkert grein fyrir að sé að gerast af því að við sjáum þau ekki. En eðli áhrifana getur oft verið þannig að svæðisbundin áhrif eins og eyðing skóga eða það að nota olíu hér getur haft áhrif sem að hafa áhrif á allan heiminn. Og sama er að þessi áhrif sem eru allan heim eins og til dæmis efnismengun, að hún getur líka dreift sér allan heiminn og haft áhrif á svæði. Og það sama á við loftslagsbreytingar, að þótt að kannski svæði sem að mengaði ekkert sérstaklega mikið, getur orðið fyrir áhrifum breytingana. Og þannig að það er mikilvægt að hafa þetta í huga og að bara skilja það sem að við gerum eða einhver annar gerir getur haft áhrif sem eru kannski ófyrirsjáanleg og þessi áhrif þau geta oft tengst, stundum fyrirsjáanlega, tengingar sem við vitum en svo stundum þá kannski vitum við ekkert alveg hvaða áhrif eitthvað eins og þungamálmar eða varasöm efni geta haft í náttúrunni. Og það sem er auðvitað mest talað í dag eru loftslagsbreytingar. Við ætlum ekkert að fara neitt mikið í umræðu einhverja útskýringu á hvað loftslagsbreytingar eru eða hver eru afleiðingarnar. En það sem þessi glæra sýnir er fólksfjölgun í heiminum. Og það er kannski mikilvægt að muna, það er bara mjög gott að átta sig á því að ástæðan fyrir umhverfismál eru farin að hafa kannski svona mikil áhrif er bæði út af því að okkur mannfólkinu hefur fjölgað gríðarlega og út af því að það hefur náttúrulega orðin til tækni og þá sérstaklega vélar sem að gera áhrif mannsins miklu meiri á umhverfið heldur en að við hefðum haft fyrir kannski bara 100 árum. Núna getum við fengið okkur alls konar skurðgröfur og tæki sem plægja akra og við erum orðin miklu stórtækari heldur en við vorum. Og þarna sést sem sagt fólksfjölgun og þið sjáu þarna það er ljósari línan og ef við færum lengra tilbaka að þá höfðum við aldrei verið kannski meir en 1 milljarður á jörðinni svona framan af. Og svo er það bara núna eftir í rauninni 1990 sem þessi öra fjölgun verður. Og þá á sama tíma eykst losun gróðurhúsalofttegunda og hitastig jarðar fer að hækka og styrkur koltvísýring í andrúmsloftinu eykst. Og ég gerði bara svona til gamals, þá mælti ég inn á kortið hérna árið sem pabbi minn fæddist, 1959. Og þá voru 3 milljarðar manns í heiminum. Þegar ég fæddist voru þeir 5 og núna eru þeir að verða 8. Þannig að þetta eru mjög örabreytingar, þótt að við kannski finnum það ekki hérna í Vestmannaeyjum, að þá hefur bara Íslandi hefur fjölgað margfalt frá því kannski 1900. Og vegna loftslagsbreytinga þá eru náttúrulega öll ríkin í heiminum að reyna að standa saman og þurfa að treysta hvort annað til að bregðast við breytingunum. Við getum auðvitað bara haft bein áhrif á Ísland en við þurfum líka að reyna að vinna með öðrum ríkjum og við á Íslandi þurfum að standa okkur vel til að við getum krafist þess að öðrum að standa sig vel líka. Og núna eru komin markmið sem eru samþykkt 55% samdrátt í kolefnis í losun koltvísýring miðað við 2005 og Ísland er búið að gera aðgerðaáætlun og langflest viðfangsefnanna í aðgerðaáætlunni tengjast Vestmannaeyjum auðvitað eins og öðrum á Íslandi. Og þar að auki að þá er búið að gera sveitarfélögum lögbundna skyldu til að gera loftslagsáætlun. Þannig að öll sveitarfélög núna á Íslandi þurfa að gera sér markmið hvernig þau ætla að minnka sinn útblástur eða sína losun á gróðurhúsalofttegundum.
Og það stundum talað 3 stoðir sjálfbærni, að til þess að vera sjálfbær að þá þurfum við að vera sjálfbær efnahagur og sjálfbær efnahagur byggist á sjálfbæru umhverfi. Efnahagurinn ekki sjálfbær, til dæmis ef við myndum bara veiða allan fiskinn í sjónum, þá myndi það hafa áhrif á efnahaginn. Og að svipuðu leyti að þá þarf líka samfélagið að vera sjálfbært, af því að efnahagurinn ekki heldur sjálfbær ef að það stríð eða ef að fólk myndi ekki lengur mennta sig. Þannig að þetta þarf alltaf, þessar 3 stoðir þurfa allar að vera sterkar og vera sinnt. Og það sem hefur kannski breyst að áður þá var einungis hugað að því að útrýma fátækt og að styrkja framleiðslu. En núna eru Sameinuðu þjóðirnar að tala að það þurfa kannski að hugsa hans víðtækara og að það þurfi að huga að markmiðum á víðtækara sviði sem að gera heiminn sjálfbæran til lengri tíma litið og að þú til dæmis getur ekki haft hagvöxt án þess og þú kannski hefur ekki velferð til lengri tíma litið nema að það sé hreint vatn, að það sé sjálfbær orka, að loftslagið sé stöðugt og að líf á landi og í lofti sé við góða heilsu. Og það þarf að vera, fólk þarf að vera heilbrigt, við þurfum að hafa frið og jafnrétti og menntun og síðan í þessu öllu þá þarf við að hafa samvinnu og nýsköpun til dæmis. Og þá komum við að Vestmannaeyjum og þetta var heimurinn og við erum Vestmannaeyjum og við tengjumst heiminum og þess vegna Vestmannaeyjabær að gera umhverfisgreiningu. Og til að gera það þá þurftum við náttúrulega að rýna mjög vel og byrja að huga að bæði rekstri bæjarins og hvernig rekstur bæjarins hefur áhrif á umhverfið en líka auðlindunum í Vestmannaeyjum af því að það auðvitað Vestmannaeyjabær sem að hefur á vissan hátt umsjón með okkar auðlindum hérna á eyjunni af því að til dæmis á Vestmannaeyjabær allt land næstu því í Vestmannaeyjum og þannig að við höfum mikla ábyrgð hjá bænum að huga að því hvernig við förum með þetta land. Og Vestmannaeyjabær hefur allnokkrar starfseiningar sem eru mjög ólíkar. Við rökum auðvitað skrifstofur og söfn, við erum með skóla og leikskóla, við erum með slökkvilið, heilbrigðisstofnanir, áhaldahús, höfn. Við sáum móttökustöð sorpefna og höfum umsjón með sorpmálum auðvitað og við erum svo með íþróttamannvirki. Og til að gera sig grein fyrir umhverfisáhrifunum þá þurftum við að skoða til dæmis húsnæðismál bæjarins, hversu mikið af orku við að nota, notkun bíla, notkun bara eldsneytis allstaðar, ferðir á vegum starfsmanna, efnanotkun, úrgang, spilliefni og landgræðslu. Og þessi umhverfisgreining auðvitað þurftu við og var þáttaka frá starfsfólki á öllum starfsstöðum og við viljum þakka þeim mjög vel fyrir. Og þá komum við að niðurstöðunum og þá til dæmis sjáum við að til dæmis raforka eitt sem við skoðum og þetta sem sagt raforka auðvitað eitthvað sem svona eins og input í alla starfsemi sem við gerum og það kemur sem sagt í ljós að það kannski kemur engum á óvart að íþróttamiðstöðin stærsti notandi raforku og síðan það fráveitan og Vestmannaeyjahöfn en Hraunbúðir líka nota töluvert raforku og svo sjáum við að til dæmis meðal skóla og félagsmiðstöða þá bara mjög misjöfn raforkunotkun sem kannski forvitnilegt út af því að það ætti náttúrulega bara að vera nokkuð svipað á milli þessa svipaða reksturs. En þetta hefur auðvitað þau áhrif að við getum skoðað erum við einhvers staðar að nota of mikla raforku. Getum við til dæmis dregið saman í raforkunotkun og ef við skoðum raforkunotkun á fermetra
að þá sjáum við að til dæmis leikskólinn Kirkjugerði að nota svakalega mikla raforku og þetta einmitt gæti kannski verið tækifæri til að skoða hvort að það sé einhver bara raforkusóun í gangi. Og við sjáum líka að samanborið við hinar skólastofnanirnar að þá þetta töluvert meiri notkun. Notkun að heitu vatni, aftur þá kom kannski ekki eftir óvart að það var íþróttamiðstöðin sem nota langmest heitt vatn og kannski eðlilega, en kannski líka alveg tækifæri til að skoða hvort það sé eitthvað hægt að draga úr þeirri notkun. En aftur þá það leikskólinn Kirkjugerði sem að skarar fram úr í notkun á fermeter á heitu vatni og þannig að það er kannski hægt að skoða aðeins tækjabúnað og rekstur þar. En þetta til dæmis eru allar félags- og skóla og leikskóla byggingarnar og við sjáum bara að þarna notkunin töluvert ólík. Og úrgangur, við tókum líka saman úrgang frá Vestmannaeyjabæ. Þar var árið 2019 36% endurvinnsluhlutfall og ég held að flestir sem að endurvinni heima hjá sér viti að maður getur náð miklu meira en 36% af endurvinnslu. Og þar aftur hraunbúðir sem skara fram úr. Já, hef ég gert kannski smá mistök að og síðan sjáum við skólastofnanirnar líka koma svolítið sterkar þarna inn og þarna eitthvað sem að við þyrftum kannski að greina betur og við sjáum að það klárlega tækifæri til að bæta þetta. En við förum betur í það á eftir þegar við komum í aðgerðirnar. Við skoðum líka efnanotkun á vegum bæjarins og það auðvitað ólík efnanotkun víðsvegar á mörgum sviðum. Áhaldahúsið notar auðvitað kannski flest efni og kannski svolítið að sterkum efnum. En það auðvitað líka til dæmis töluvert að olíunotkun og efnanotkun til dæmis í íþróttahúsinu og slökkviliðsstöðinni. Og þetta kannski sú notkun og sú staðbundna notkun sem hefur beint áhrif á þann sem að vinna með efnin. Af því að sá sem að vinna með efnin náttúrulega andar efnunum að sér. Og þarna til dæmis eiga að vera öryggisblöð og það eiga að vera leiðbeiningar og varnarbúnaður fyrir starfsfólk og þarna sáum við að til dæmis við getum alveg tekið okkur á til dæmis í að uppfæra öryggisblöð og hafa fræðslu og slíkt fyrir starfsmenn. Þegar kemur að losun gróðurhúsalofttegunda þá oft fyrir fyrirtæki notað þetta sem heitir Greenhouse Gas Protocol og sú aðferðafræði hún snýst að ef þú ert með fyrirtæki að þá hugar að því að sumt kannski beint hluti af þínum rekstri. Það bara það sem gerist eiginlega bara innan hús í þínum rekstri. En síðan geturðu aukið umfangið þitt og þú getur horft á til dæmis úrganginn þinn og áhrifin af orkunotkuninni eða ferðalögum til og frá vinnu sem eru þá kannski ekki beint það sem gerist innan hús en samt áhrif af rekstri þíns félags. Og við hjá Vestmannaeyjabæ, við tókum inn þessi beinu áhrif, þessi beina umsvif okkar, en við tókum líka óbein áhrif af raforku og orkunotkun og tókum einnig inn úrganginn og vinnuferðir á sviði bæjarins. Þannig að við svona hluta til tökum umfang 3. En það sem við til dæmis tökum ekki, að við erum ekki að skoða eða greina áhrif af til dæmis því að framleiða það sem við kaupum, sem það sem að kannski sumir eru byrjaðar að skoða. Og þetta bara rekstur, við erum ekki að taka með framkvæmdir, heldur bara daglegan rekstur bæjarins. Og niðurstaðan hún hér og hún var nokkuð athyglisverð að mesta losun gróðurhúsalofttegunda frá úrgangi. Það þar sem við verður mest losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi bæjarins. Og
og eins og við munum frá því áðan að þá var 36% endurvinnsluhlutfall sem væri ekki svo ætti að vera mögulegt að auka. Það eru auðvitað smá breyting á úrgangnum þar sem að hraunbúðir eru ekki lengur hluta rekstri bæjarins og var sú stofnun sem var með mestan úrgang. En á eftir úrgangnum að þá er það eldsneyti á lóðsinn sem að skarar þarna fram úr með bláu súluna. Þannig að lóðsinn notar töluvert meiri olíu heldur en allar bifreiðar og tæki bæjarins samanlagt. Og síðan þetta var gert, að þá er líka búið að gerast að við erum búin að kaupa rafmagnsbíl og erum að fara að fjárfesta í fleiri rafmagnsbílum og tækjum og höfum svona almennt tekið þá stefnu að vera ekki endurnýja tæki fyrir en að það er komin vistvæn orkutæki. Þannig að það er það sem er kannski búið að vera að gerast síðan 2020. Eins og ég sagði áðan, þá þurfa sveitarfélög að gera sér markmið og stefnu loftslagsmál og það þýðir að við þurfum að ákveða hversu mikið erum við tilbúin að draga úr okkar útblæstri. Og það þarf bara að segja, miðað við árið 2019 til dæmis, að þá ætlum við að draga úr losun eitthvað ákveðið mikið. Og því þarf að fylgja líka markmið og aðgerðaáætlun hvernig við ætlum að fara að því að draga úr losun. Og þar að auki að það þurfum við núna á hverju ári að reikna losun bæjarfélagsins. Við tengdum svo þessi umsvif okkar við heimsmarkmiðin og þá sjáum við til dæmis að orku- og vatnsnotkunin okkar sem betur fer frá endurnýjanlegum auðlindagjöfum, að hún hefur áhrif á sjálfbæra orku og hreint vatn. Þótt að við höfum töluvert af auðlindum á Íslandi að þá eru þær ekki óendanlegar og það er alltaf líka rask við það að gera nýja innviði og að ná í þessa orku. Auðvitað er það svo innkaupin og eldsneytisnotkunin sem að hafa áhrif á loftslagsmálin og þetta náttúrulega allt fylgir bara kannski að vera bara svolítið skynsamur í neyslu og að huga til þess að neyslan okkar sé sjálfbær. Síðan er það kannski þessi efni sem við notum, þessi varasömu efni. Þau hafa áhrif á líf á landi og líf í vatni af því að þau auðvitað eftir að við notum þau þá fara þessi efni eitthvert. Þau losast með einum eða öðrum hætti út í hafið eða út í náttúruna en hefur líka áhrif á heilsu og vellíðan þeirra starfsmanna sem vinna með þau. Og það sama á við sorp, frárennsli og spilliefni að allt sem við setjum í sorp eða allt sem við losum í vaskinn, það fer út í náttúruna og við þurfum að huga að því hvað við erum að nota og hvað við erum að setja frá okkur. Síðan núna þá byrjum við kannski aðeins að spá í auðlindunum sem við höfum en kannski svo auðlind sem er okkur dýrmætust hér í Vestmannaeyjum er náttúran sjálf og svo að þar þétta á eftir dýralífið okkar á landi og í sjó og það er náttúrulega bæði náttúran er dýrmæt fyrir gesti. Við fáum heimsóknir til Vestmannaeyja af gesta til að heimsækja náttúrun okkar en þetta er náttúrulega líka mikilvægt útivistarsvæði fyrir íbúana og auðvitað skapar mikilvægt okkar lýðheilsu. Þar að auki að þá er náttúrulega landnotkun náttúrulega alveg samofin dýralífi og náttúru og sérstaklega því að eyjan er svo lítil og við erum svo nálægt náttúrunni. Síðan höfum við einhver orku. Við erum að nota til dæmis orkuna eða endurnýja auðlind sem er jarðsjórinn okkar til að framleiða raforku. Við erum með jarðefni. Það er gríðarlega mikilvægt að við hugum vel að þeim. Við höfum menningarminjar, en kannski auðlindin okkar er líka öll þessi atriði saman.
Og það kannski það sem skapar sérstöðu eyjanna samhæfing þessara þátta, samhæfing sögunar okkar og náttúrunar og bæjarins og hvernig við höfum byggt upp samfélagið. Þannig að þetta kannski svona niðurstaða umhverfisgreiningarinnar. Og við ætlum aðeins að skoða þætti hvernig þær aðgerðir sem við getum mögulega gert. En það hefur ekki verið ákveðið, en þetta svona dæmi aðgerðir. Varðandi raforku og vatn, þá erum við búin að greina notkunina og þá bara einmitt næsta skref. Hvernig getum við þá dregið úr notkun? Erum við einhvers staðar bara sóorku? Af því að þetta náttúrulega líka bara stundum fara umhverfismál og fjármál bara mjög vel saman. Af því að ef við drögum úr notkun þá náttúrulega líka bara spörum við peninga. Þannig að við getum auðvitað farið yfir það hvernig þessi notkun og hvernig við getum dregið úr henni. En líka til dæmis bara frætt starfsfólkið okkar að slökkva á tækjum og þess áttar þegar farið heim úr vinnunni og til dæmis sett upp hreyfiskynjara til að draga úr óþarfa lýsingu. Orkuskipti. Við getum sett okkur markmið að endurnýja bifreiðir og endurnýja lóðsinn og þangað til að þá getum við hugað að því hvort að það sé hægt að nota lóðsinn til dæmis að draga úr eldsneytisnotkun. Og það auðvitað, við í Vestmannaeyjum getum verið mjög stolt af því að eiga bara flottasta dæmi á Íslandi orkuskipti á hafi með rafvæddum Herjólfi sem búin að spara gnægt af olíu og líka peningum. Það náttúrulega rosalegur sparnaður af því að þurfa ekki að fylla eldsneyti á Herjólf. Þannig að hér gríðarleg tækifæri til að bara, vera með þá þegar fjárfestingin gerð sjálfbærari rekstur og viðhald. Varasöm efni. Það þessi efni með þessum merkjum. Þessi merki ekki öllum vörum og þau á vörunum sem þau á að einhver ástæðu. Þannig að við getum prófað að finna aðra valkosti og kannski bara líka nota þessa valkosti sparlega. Og einmitt, þessi maður þarna sem að vinna í tækjunum, hann nálægt þessum efnum og andar þeim að sér og við viljum ekki hafa það að starfsfólki okkar sé að gera það. Þótt að við höfum ekki tekið innkaupin með í kolefnisbókhaldið, að þá auðvitað áhrifin af því að framleiða vörurnar sem við notum og flytja þær til okkar margföld. Þið getur auðvitað ímyndað ykkur allt efni sem þarf að grafa upp og bræða og vinna til að bara framleiða, eitt síma eða hvað það skrifborð. Og það auðvitað þarna sem að við, þótt að eitthvað sé úr pappa, þá samt áhrif. Það þurfti samt að flytja það hingað og móta það og bræða það. Þannig að auðvitað langmestu áhrifin af því sem við kaupum. Og við viljum náttúrulega bara draga úr öllum óþarfa kaupum, öllum einnotavörum og fara að nota fjölnota eins og hægt Þannig og að lokum þá vil ég líka tala að við viljum auðvitað líka fara að huga því að hafa þessar kröfur fyrir okkar útboð og okkar verktaka. Þannig að verktakar sem að fara í verkefni fyrir bæinn, að það verði kannski líka byrjað að setja einhverjar kannski ekki kröfur, en einhver svona að taka það inn í matútboða, hvernig hugað að þessum málum. Frárennsli, það vinna í gangi að búið að skilgreina frárennslis viðtaka Vestmannaeyjabæjar og við að hvetja fyrirtæki til að hreinsa frárennsli. Þótt að við séum að tala eitthvað sem kannski eins og lífrænn úrgangur sem okkur þykir ekkert hættuleg fyrir náttúruna, að þá getur svona efni, ef að viðtakin ekki sterkur, þá geta þau safnast saman og haft áhrif. Til dæmis ef það of mikil næringarefni, að þá getur það leitt til dæmis þörungavaxtar sem getur haft áhrif á botnlíf. Annað atriði auðvitað að fara að huga að því hvað má setja í frárennsli, en við höfum séð fréttir til dæmis að blautþurrkur
séu að stífla frárennsli og þetta náttúrulega bara líka kostnaður fyrir bærin og þá þurfum við að fara og leysa þau mál og þannig að við þurfum að taka okkur svolítið á í því. Og svo náttúrulega úrgangurinn, að draga úr honum. Og ég setti hér markmið að við myndum auka flokkun upp í 65% fyrir 2023. Það er kannski svolítið bratt, en örugglega alveg hægt. Og það gerum við náttúrulega fyrst og fremst með því að auka fræðslu bæði í skólunum og til starfsfólksins það hvernig á að flokka og líka til að gera betri aðstöðu til að flokka. Og kannski líka með því að mæla flokkunina meira reglulega og segja starfsmönnunum hvernig þeir standa sig. Og hafa kannski meiri flokkun á almennum svæðum eins og í íþróttamiðstöðinni. En myndin þarna er frá Hallómsstaðaskógi þar sem eru 7 flokkar. Þannig að það er greinilega hægt að prófa. Já, en þetta líka spara pening og við getum skoðað af hverju hérna. Þessi fundur er ekki úrgangsmál og við getum því miður ekki tekið úrgangsmál í Vestmannaeyjum fyrir af því að það þarf bara sér fund fyrir það. En við langaði samt bara að birta tölur flokkun, þetta er fyrir íbúa í Vestmannaeyjum og við erum að flokka 31%. Við erum nokkurn veginn á pari við Ölfus en vinningshafarnir í flokkun á Íslandi í Stykkishólmi. Þeir flokka þarna 56% þarna en þeir hafa náð 65% flokkun. Þannig að það hefur verið gert á Íslandi að ná 65% flokkun og ástæðan fyrir því að það spara peninga út af því að við erum að borga fyrir óflokkaða sorpið. Þar samkvæmt verðskrá borgum við rúmlega 14.000 krónur fyrir rúmmeter en fyrir grænutunnuna, sorpið í grænutunnunni kostar 0. Þannig að þegar maður flokkar þá sparar maður peninga og reglubreitingar sem að koma á næstunni eru þannig að það verður byrjað að svona pay as you throw heitir það sem að þýðir að ruslið verður vigtað og þeir sem að flokka ekki þurfa að borga. Þannig að þetta eru breytingar sem eru á döfinni og auðvitað þetta bara kostnaður fyrir samfélagið að flokka ekki. Og þótt að það kæmi sorpbrennslustöð að þá yrði alltaf kostnaður af því að reka hana líka. Þannig að það ódýrasti lausnin að flokka meira. Og að lokum þá höfum við náttúrulega líka umsjón með þessum úrvinnslusvæðum og við erum auðvitað að reyna að gera það snyrtilega og vel og það vænta skipulagsbreytingu á þessum svæðum. Já, þá lokið umhverfisgreiningu fyrir rekstur Vestmannaeyjabæjar og þá ætlum við að taka við aðeins auðlindirnar okkar og það náttúrulega fyrst og fremst auðlindin okkar, náttúran og landið og við byrjum á því að tala aðeins landgræðslu og gróðurtegundir. Hvernig tíminn? Ok. Það að hafa gróður og hafa grænt í umhverfinu, það hefur áhrif á fólk og það búið að mæla það með mörgum rannsóknum. Hvernig gróður og að bara sjá grænt hefur áhrif á heilsu okkar. Það dregur úr streitu og jafnvel ef að fólk að jafna sig af veikindum eða meiðslum þá getur það bara að sjá grænt eða að hafa plöntur í kringum sig hjálpa fólki að flýtt fyrir batanum. Og það styrkir líka ónæmiskerfið að vera í kringum gróður og kannski mold. Og gróður, hann líka bindur koltvísýring bæði í plöntunni sjálfri en líka í jarðveginum. Og þess vegna gróður og jarðvegur svo mikilvægur fyrir loftslagsbreytingar. En hérna í Vestmannaeyjum þá kannski vitum við líka að gróður bindir sandfok og jarðveg sem kannski það sem mörg okkar hafa í huga oft, ekki ástæðulausu. Þannig að það vissulega ástæða til að við höfum virkilega áhuga á gróðrinum okkar. Vestmannaeyjabær hefur verið að auka og gefa í gróðursetningu innan bæjar
Við höfum bæði reynt að skreyta bæinn og það hefur alveg sýnt sig að það er hægt að hafa tré í Vestmannaeyjum. Við getum bara tekið rúmt bæinn og þá finnum við alveg tré, kannski frekar það sem skjól, en alveg, þau eru samt alveg þar. Og við sjáum eins og Bárustígnum hvað það gerir mikið að hafa smá trjágróður. Og þannig að ég held að sé ekkert vafamál það. Og við höfum verið að huga að því þegar við erum að gróðursetja að það skyggi ekki útsýni íbúan í kring og að við séum kannski að gróðursetja í kringum svæði þar sem að fólk hugsanlega eitthvað út að njóta sín, til dæmis á leikvöllum eða tjaldsvæðum og þess háttar. Þannig að það svona okkar framtak hefur verið þar, en síðan eru líka fleiri að beita sér á þessu sviði. Til dæmis Skógræktarfélag í Vestmannaeyjum sem var stofnað 1931 upphaflega og ég held að það hafi verið fyrsta skógræktarfélag landsins og var svo endurvakið 2000 og þau eru alveg bara í fullum gangi og vinna á skógræktarsvæðinu sem ég sá hérna til hægri á ykkar hönd sem á Nýja-Hrauninu, en það eru 2 skógræktarsvæði í Vestmannaeyjum og það má líka geta þess að skátarnir hafa verið duglegir að gróðursetja í nálægð við skátastykkið, Suðuraugi, og þess allavega veit ég að Skógræktarfélagið fær úthlutað trjám frá Skógræktarfélagi ríkisins, eða Skógræktarfélagi Íslands. En það svona svolítið stefna sem við þurfum að taka í því að hvar viljum við hafa tré. Viljum við til dæmis hafa fleiri skógræktarsvæði og viljum við meiri tré eða viljum við og hvar viljum við þau og hvar ekki. Þannig að, en einmitt, þetta vissulega mjög skemmtilegt ef að vel til tekst. Lúpína, hún hefur augljóslega verið svolítið að ryðja sér völl í Vestmannaeyjum og var notuð mikið til að græða land eftir eldgos og ekki ástæðulausu af því að lúpínan rosalega góð landgræðslujurt til að græða sanda og hún hefur þann kost að hún tekur næringarefni úr andrúmsloftinu og býr til plöntuna úr þeim næringarefnum. Þannig að lúpína getur verið rosalega góð til að fóstra kannski gras og nýjan gróður, en hún fer yfir lyngtegundir og mosa, þannig að það sem mosi að þá getur lúpínan tekið yfir eins og við höfum verið að sjá. En hún getur einnig líka verið rosalega góð fóstra fyrir illgresi, eins og kerfil og hvönn sem við kannski viljum ekki sjá jafn mikið. Og það rosalega mikilvægt að átta sig á því að lúpínan hún auðvitað dreifist með fuglum, með skóm og með vindi og þannig að það ekki hægt að hafa bara lúpínu á einum stað. Hún mun þá dreifa sér á fleiri staði og eftir því sem það meiri lúpína þá eru meiri líkur á að hún dreifi sér á fleiri staði. Þannig að við erum með mynd af lúpínu eins og hún dreifi sér Nýja-Hraunið og þarna á þessari mynd sem kortamynd nálægt Gaujulund að þá sjáum við að þið kannski sjáu það ekki, en það ekki bara lúpína heldur farið að vera töluvert af kerfil. Og við sjáum líka á þessari mynd sem tekin á gólfvellinum að lúpínan auðvitað dreifir sér, hún á gólfvellinum, hún inn í dal og hún komin í Hanna og auðvitað á Gamla Hraunið þar sem hún náttúrulega mjög dreifð. Og það til að kljást við lúpínu eða til að eyða henni þá þarf að slá hana aftur og aftur og aftur og þetta auðvitað eitthvað sem mjög erfitt að takast á fyrir bæjarfélagið út af því að það þarf bara starfsfólk og við bara hreinlega þótt að við myndum vilja ráða starfsfólk til að gera þá bara bara ekki nógu margir bara til að ráða. Þannig að þetta eru verkefni þar sem að kannski þarf aðeins að hafa sem sagt svona að íbúarnir kannski getur tekið þátt í eða komið í með okkur. Hérna sem sagt kervill sem farin að dreifa sér mjög víða í Vestmannaeyjum. Þetta mjög falleg planta og var upphaflega náttúrulega bara gróðursett af því hún falleg. En hún dreifir sér rosalega og eins og þið sjáið hérna í þessum fréttum frá öllu Íslandi að þá tekur kervillin yfir annan gróður og þar sem kervill, hann ekki landgræðslujurt. Það sem kervill bara kervill og hann fer ekkert sjálfur. Hann víkur ekki fyrir trjám eða grasi eða neinu öðru.
þannig að hann hefur þarna veruleg áhrif á lífrækið. Og síðan eru leiðindafréttir að það greindist á nokkrum stöðum síðasta sumar bjarnarkló, svokölluð eða risahvönn í Vestmannaeyjum. Og þið sjáið hérna að þetta er mynd af Nýja-Hrauninu þar sem er þessi planta og þessi planta sem sagt hún býr til eiturefni í blöðin sín og við snertingu að þá brennist fólk og finnur það held ég ekki strax og það myndast blöðrur og sár á húð og þetta getur verið rosalega hættulegt líka fyrir hunda sem kannski bíti í plöntuna. Þannig að við þurfum að huga að þetta er líka planta sem dreifir sér mjög ört og einmitt líka mjög erfitt að ráða við þar sem hún er komin. Þannig að það er bara full ástæða til að huga að gróðrinum á eyjunni. Síðan er það mosinn. Við þekkjum auðvitað mosann, þetta er kannski náttúrulega upphaflega plantan í Vestmannaeyjum og hún svipaða lúpínan vex þar sem er engin jarðvegur út af því að svipaða lúpínan þá dregur mosinn næringarefni úr loftinu og hún þykir oft vera svona tákn óhreyfða náttúru mosinn út af því að hann tekur svo langan tíma að myndast að þann myndast ekki nema að andrúmsloftið sé hreint og hann hafi fengið að vaxa í friði og það er mynd eins og ef þið labbið upp á Dalfjall eða þar sem eru kannski bara klettar að þar er mosi og hann er ótrúlega fastur við bergið og þannig að það er alveg magnað að sjá hvar mosinn getur fest sig og auðvitað getur mosavaxið hraun verið mjög fallegt og það sem við sjáum kannski á Nýja-Hrauninu er að þar er líka að myndast mosi og þar er líka að myndast berjalyng og og mér þykir rosa skemmtileg myndin til dæmis í neðra vinstra horninu þar sem er örugglega alveg svakalega vindasamt svæði en mosinn er samt búinn að ná að festa sig svolítið vel. Þannig að það er gaman að sjá hvernig umhverfið þróast. Síðan eru auðvitað líka svæði í Vestmannaeyjum sem að hafa lítinn gróður og það er náttúrulega helst hlíðar Eldfells þar sem að við ennþá getum stunda landgræðslu og reynda að binda jarðveginn. En við sjáum líka að það eru fleiri svæði í Suðureyju þar sem að gróðurinn er rýr og líka eins og upp á há og í fjöllunum þar sem að kannski einhverjum hluta vegna virðist vera að gróðurinn sé að rýrna og og þetta er aftur verkefni sem að við þurfum sem að þarf svona eitthvað samstarf við íbúa og aðra í bæjarfélaginu til að vinna að. Og að lokum að þá er rosalega mikilvægt líka fyrir verndun náttúrunnar að gera göngustíga af því að þá beinum við fólki á stíga en ekki að labba á jarðveginum og við höfum mikið verið að reyna að vinna í því og Vestmannaeyjabær og Áhaldahúsið hafa komið að því starfi að gera sem sagt góða göngustíga og jafnvel að reyna að huga að því að gera göngustígana greiða fyrir alla þannig að það sé jafnvel fólk á hjólastól eða farlama sem getur komið og notið náttúrunnar. Og ég vil líka bæta við að við gerum gönguleiðasíðu þannig að ef að þið viljið fara og skoða þá er hægt að skoða gönguleiðir í Vestmannaeyjum. Varðandi landnýtingu þá er líka mikilvægt að við getum notið samgangna innanbæjar og við þurfum líka að huga því að það sé færar gönguleiðir og gott að vera gangandi vegfarandi sem að snýst líka að við séum búin að dreifa leikvöllum og gera góðar hjólaleiðir. Já, og að lokum að þá sem sagt eru það innviðirnir okkar líka í orkuskiptum sem að við hjá bænum þurfum að svona kannski marka okkur stefnu varðandi hvort að það sé okkar hlutverk að setja upp hleðslustöðvar á svona almennum stöðum. Já, einmitt.
og hérna eru til dæmis mikilvæg markmið sem við getum sett okkur. Til dæmis að vernda mosagróin svæði og jafnvel rækta mosa, og síðan líka spurning hvort að bærinn geti gefið í varðandi samstarf við íbúum og félagasamtökum. Og hérna þá hef ég sett með stórum stöðum það að við þurfum þátttöku íbúa. Bærinn getur ekki sjálfur séð að gera þetta allt. Það væri bara ekki fræðilega mögulegt. Næst þá ætla ég aðeins að fara yfir umgengni við náttúruna. Já, það virkilega leiðilegt að sjá svona, að sjá fólk fara út í náttúruna í Vestmannaeyjum og henda sorpi. En auðvitað, og það eitthvað sem að þá við hjá bænum þurfum auðvitað að eiga við. Þetta úr nemendaverkefni sem var gert af 2 stelpum í 10. bekk. Svona sjá þær náttúruna. Þær sjá þarna út á hrauni marga staði þar sem að þær sjá sorp og hafa þessar myndir af þessum sorphaugum sem eru í nálægð við urðavita og salt sem að kannski mengar ekki mikið en kannski sjónmengun. Og ég fór skoðunarferð út í urðavita og þar var að sjá net, olíugeymi, olíu, bara rusl í plastpoka, sófasett, og þetta auðvitað ekki staður. Maður á auðvitað ekki að fara með rusl og henda því út í náttúruna í svona stórum stíl. Og við hjá bænum, við auðvitað spyrjum okkur hvað getum við gert til að fólk hætti þessu. Þurfum við að fara þá leið að setja upp öryggismyndavélar og reyna að ná myndum að fólki vera að gera þetta. Það því að við getum ekki verið þarna að reyna að standa fólk að verki. En þannig að það rosalega skrítið að sjá fólk ganga svona náttúruna og erfitt að skilja hvað því stendur, svona, hvað því í huga, því að það auðvitað hægt að koma með þetta bara upp í sorpu. Við hefum auðvitað verið að standa fyrir einhverjum svona plokkdögum og tekið þátt í svona alþjóðlegum dögum plokk og þá náttúrulega mikilvægt að fá þátttöku íbúa, en það líka eins og samtök eins og Sea Life Trust og Blái herinn sem að standa fyrir svona hreinsunum og hafa sem sagt markmið að því að hreinsa strendur landsins. En það spurning hvernig við getum kannski reynt að efla okkur á þessu sviði. Það verða reglulega líka mengunarslys í Vestmannaeyjum og það ekki Vestmannaeyjabær, held ég yfirleitt, sem að verður valdur af þeim, en það við sem að förum og hreinsum upp. Þetta náttúrulega hundleiðilegt og bara alveg ómögulegt að sjá fugla og sjá olíu og grút í höfninni og þá við líka svolítið, vitum við ekki hvernig við getum náð til fyrirtækja varðandi að taka sig á þessu sviði. Auðlindir og sem sagt dýralíf á land og í sjó. Varðandi þetta allt saman, að þá bara mikilvægt að muna að Vestmannaeyjar eru stærsta lundabyggð á Íslandi og við líka með 100% af fuglastofni af nokkrum fuglategundum og náttúran okkar á verndarminjalistum eða náttúruminjaskrá vegna þess hvað hún mikilvæg fyrir þessar fuglategundir. Og þetta auðvitað mikilvæg auðlind fyrir okkur í Vestmannaeyjum, bæði vegna þess að við höfum nytjar af veiðunum, en líka vegna þess að þetta bara mikilvægur hluti af útivist og ferðamennsku. Náttúran okkar væri ekki eins án fuglana. Þannig að tilgangurinn með því að tala þetta bara að við áttum okkur aðeins á að kannski náttúra sem að okkur kannski finnst ekki tilkomumikil mikilvæg að þessu leyti. Jarðefni.
Jarðefni eru auðvitað mjög skornum skammti í Vestmannaeyjum og kannski eru einhverjir hér sem að muna fyrir gos, þá leit út fyrir eða var verið að nema jarðefni í Helgafelli. Þannig að það leit ekki vel út á þeim tíma og kannski vorum við heppin að í gosinu að þá allavega fengum við meiri jarðefni. En það hefur gengið töluvert á þá auðlind. Og við erum núna í stefnumótun jarðvegsmál sem að snýst það að gera sem sagt að við göngum hægar á þessa auðlind og að við sem sagt pössum okkur að hægja bæði á nýtingunni, sérstaklega hægja á nýtingunni á Bögglabergi. Við gerum það náttúrulega með því að við notum bara Bögglabergi þar sem þarf að nota Bögglaberg og að við séum ekki að nota of gott jarðefni heldur en þarf og líka að við viljum vera í fremsta flokki með því að nýta sem sagt niðurrifsefni og byggingarúrgang. En það er hægt að nota til dæmis byggingarúrgang til að vera sem sagt fylliefni fyrir göngustíga eða grunna á húsum. Og Danir, þeir eru auðvitað geggjaðir á þessu sviði og endurvinna 95% af niðurrifs- og byggingarúrgangi. Moldin, ég er hérna með tilvitnun frá Magnúsi á Landgræðslunni sem hefur verið mjög góður í öllu samstarfi sem segir mold er dýrmætasta eign okkar og því bera meðhöndlana sem slíka. Tap á lífrænni mold er stærsta umhverfismál Íslands. Og mold er ekki bara mold er misjöfn á gæðum, góð mold er auðvitað full af lífi og við þurfum líka að huga því hvernig við geymum þessa mold og reynum að nýta hana í landgræðslu. Varðandi auðlindir, að þá er náttúrulega auðvitað ruslið líka fara að vera auðlind og við sjáum bara mjög hraða þróun á því að það er alltaf að gerast betri endurvinnsla, betri flokkunarstöðvar og líka að við séum bara verða betri í því að nýta hlutina manna manni og að nýta hlutina okkar betur. Þannig að það er bara að gera að taka þátt í þeirri verðferð og nýta líka kannski sorpið í Vestmannaeyjum. Að lokum að þá auðvitað er fræðsla og ná til ungu kynslóðinnar lykilskref og þar þurfum við kannski aðeins að setjast yfir því hvaða sem sagt prógram eru til sem að við getum tekið þátt í, hvernig ætlum við að fræða fullorðna fólkið og bæjarstarfsmenn og börnin á sviði umhverfismála, þannig að allir taki þátt og hvað eru einhverjar til dæmis vottanir sem að við hjá Vestmannaeyjabæ getum reynt að fá fyrir bæinn, til dæmis eins og þessi Earthcheck-vottun. Og er kannski einhver samstarf við önnur sveitafélög til dæmis þar sem að við getum verið með fleirum í að læra af hvor öðrum. Þannig að það er líka mjög mikilvægt að huga að því. Þá er kynningunni umhverfismálin og auðlindirnar lokið og næstu skref eru þau að við vonumst til að fá sem sagt ábendingar og sem sagt spurningar og upplýsingar frá íbúum og við hvetjum alla sem að hér eru til að skrifa ábendingar á blað. Við getum skrifað okkur eftir fundinn og við erum búin að biðja tölvupóstinn ykkar til að við getum kannski sendt ykkur líka skoðanakannanir. Og í framhaldi af því þá verður stefnumótun með sem sagt starfsmönnum bæjarins hvernig er hægt að gera betur í rekstri bæjarins og síðan með bæjarstjórn sem að efla mun leiða og þar á eftir þá verður sem sagt skrif á umhverfisstefnunni sjálfri. Og eins og Jónas sagði að þá hefur verið mikil áhersla og við viljum fá að vita hvað íbúarnir eru að hugsa. Þannig að við bara viljum bara endilega hvetja ykkur til þess og við vonum líka að ef að þið látið það af ykkur leiða að þá getum við haft það með í umhverfisstefnunni. Og þetta eru atriðin í stefnunni. Við þurfum bara að gera okkur framtíðarsýn í umhverfismálum, setja okkur markmið
og svo að hafa aðgerðaáætlun. Hvað ætlum við svo að gera? Af því að umhverfisstefnan auðvitað bara byrjunin. Já. Ég kom með. Jú, takk fyrir. Eins og þið sjáu þá er þetta umfangsmikil vinna sem búin að vera í gangi. Við ætlum að þá að gefa ykkur orðið með spurningar og umræðu. Einhver sem vill byrja? Voru það samantæktir hjá okkur um rafmagnsnotkun og fleira? Já. Og meðaltöl og fermetrar og svona. Haus. Hvernig þetta miðað við landsmeðaltal og heimsmeðal? Hvar við stödd Vestmannaeyingar miðað við Vestmannaeyjabæ? Sko, það var ein slæða, hún svolítið langt upp, þar sem að var allavega meðaltal fyrir svona stofnan, eða svona eins og skrifstofurými og skóla. Og þar eru við sumstaðar á góðum stað og sumstaðar eins og á Kirkjugerði og þar var það langt fram yfir. Þannig að það var sem að bendir til að það eitthvað sem þarf að skoða. Ég þekki það ekki. Okkar greining nær bara til rekstursins og þannig að við höfum ekki skoðað það svona almennt fyrir Vestmannaeyjar. En ég get alveg trúað því. Þið talið Vestmannaeyjabæ og rekstur Vestmannaeyjabæ og þetta sé allt kring það. En verðum við ekki að vera með heimilin og fyrirtæki niður þessu? Það ekki nóg bara Vestmannaeyjabæ gerir sitt, við þurfum eiginlega öll að taka þátt í þessu. Þurfum ekki að virka einhvern veginn bæði heimilin og fyrirtækin og taka þessi meðaltöl sem við hefum verið að taka og sjá hvernig Vestmannaeyjar sem heilt koma út. Ég er alveg viss það, við erum að gera gríðarlega flotta hluti með varmaorkuna og með orkunotkun, skipin eru betri og betri og minni olíunotkun þar. Við erum að minnka núna bara frá árið 2000 helming olíunotkun í skipum til þess. Það verður að gera rosalega marga flotta hluti. Já, einmitt. Við þurfum að hafa þetta með. Já, sko, við erum núna með gildissviðið að hugsa rekstur Vestmannaeyjabæjar sem kannski bara fyrsta skrefið. En við sjáum að til dæmis Reykjavíkurborg og Akureyri eru að taka allt líka byggðina, en það maður verður örugglega bara alltaf að byrja á rekstrinum hjá Vestmannaeyjabæ og síðan taka það þaðan. En Íris? Ég annars fæði svara, þetta alveg rétt af því, en við verðum náttúrulega fyrst að ganga fram með góðu fordæmi, sveitarfélög, taka til hjá sér, gera þetta, greina þetta, búa til einhvers konar format, því við þurfum að fá fólk, fyrirtæki sjálfviljug inn í þetta með okkur. Við fylgjum náttúrulega bara almenni lagasetning og alltaf varðandi allar reglur allt í kringum þetta, en við ætlum að taka til hjá okkur og viljum fá sveitarfélagið og bæjarfélagið með okkur og verðum að byrja að greina, en þetta bara klárlega fyrsta skref. En bara varðandi til dæmis, það var ekki að það var í viðstæði, eins og til dæmis við erum núna að fara í átakvarandi landrama hjá höfninni hjá okkur, sko. Við erum svo höfn þar sem við nota hvað mest landrama á Íslandi. Það eru þetta með vatni Dóra, þetta eru örugglega tölur frá Óla. Ég held að þetta sé, við Vestmannaeyingar bjögum við það þó ég hafa nú fyrir mína tíð að það var þurfti að skammta vatn hérna og fara sparlega með vatn og ég hugsa að það sé alveg rétt að það eimir ennþá af því. En það voru einhverjum tölur frá Óla sem var verið að bera saman vatnsnotkun og ekki kannski alveg með sama víslega hægt og hér, en það var þarna munur. Og það er þá heimilin sem þetta. Og ég held að þótt að við séum kannski núna að tala þá áhrifir sem að hafa áhrif á umhverfið, þá erum við ekki að segja að við séum einhverjir umhverfissóðar heldur hérna í Vestmannaeyjum. Við stöndum okkur mjög vel að mörgu leyti. Sjáðu einhverja breytingar í frárennslismálum? Nú erum við þegar gæfu aðnýtandi að vera svo fá
sjóinn, sko. Hefur komið umræðu stórprins í stöðvarsins. Það með eitt svona sorpvæðingi sem kostar 100 milljóna, sko. Hvað er það stakkað? Erum við langt frá viðmiðum landfjölda í því? Íris vill örugglega bara fá að svara þessu. Við náttúrulega erum ekki að vinna með þetta beint í þessari vinnu, sko. Þetta er alltaf gríðarlegt umhverfismál, sko. Já. Við sullum öll í sjóinn, sko. Íris, Ég svara að það er náttúrulega núna, þið hefði séð að það hefur auglýst að vera að reyna að taka átak á landsvísu í þessu og ríkisstjórnin auglýsti styrki sem eru þannig að sveitarfélög geta sótt til þess að uppfylla þau markmið sem eru í framtíðina. Það er náttúrulega gríðarlega margt að gerast í þessu, það er rétt hjá þetta, kröfurnar eru aukast, en við erum mikið betur stödd en við héldum við værum, en það er náttúrulega vantar vesturfrá, það vantar hreinsistöðina við Búhamar og stöðina þar og við erum núna með 5 ára plan sem kynnt bara í fjárhagsáætluninni og það verður núna á þessum í rauninni frá 2020 til 2025, eiginlega þessi 5-6 ár, þá erum við að setja 500 milljónir í að bæta þetta hérna og það er að koma þá 100 milljónir inn í það frá ríkinu sem er í formi þess að þeir endurgreiða í rauninni vaskinn. En staðan er þannig að við héldum að við fengjum ekki öll þessi verkefni en því miður þá sóttu sveitarfélögin ekki nærri þeir nógu mikið í innum sjóð. Og það er ennþá eftir fjármunir í þessum sjóði, varðandi fráveitumálum, sem að flestir héldu að þetta væri allt og litlu peningar sem ríkið væri að setja inn. En við erum komið með áætlun núna fram til þess að klára þessu hlut. Er ekki allt skóp og síað eða sigtar sem er allt hérna fyrir veginn? Ertu með þess að hluta núna? Ég held að það sé alveg eitthvað síað, sko, en jú, ég veit, það er gróf síað, þannig að það er síað. Er það á vegum bæjarins eða fyrirtækjum sem? Sko, bærin náttúrulega er með gróf síðan á, sem sagt, frárennslinu, en Ísfélagið hefur gert svona aukna síðan á sín lífrænu efni. Það er fyrirtækjur í bæði Ísfélagið og Vinnslustöðinni, sko. Já. Það er alltaf bara fullt af peningum sem liggja í því hráum sem að skólast út. Menn er náttúrulega bara Og það, já. Þannig á það vera. Og það er kannski skrítið að hugsa til þess, en núna það eru yfirvofandi reglugerðir sem að segja að það bara hreinlega megi ekki losa lengur frárensli í sjó án þess að sía úr því, hvað getur maður sagt, lífmassa og að það verður farið að horfa á það sem auðlind líka, bæði fyrir sem sagt olíu og sem sagt svona næringarefni. Þannig að það er mjög mikið af sem sagt reglum og auknum kröfum að koma núna, bæði varandi sorpmál og frárensli og fleira. Helga Kristín? Mér langar aðeins að koma hérna inn á Vestmannaeyjabæ og eins og við talum, þá þarf náttúrulega sveitarfélagið og stofnanir hans að vera til fyrirmyndar. Nú hefur ríkið verið með átak, sérstaklega þessu ári, þar sem er verið að innleiða græn skref og ég er bara bent á það er til bókhald sem heitir grænskref.is, þar sem er grænt bókhald allra stofnana ríkisins sem þið getur skoðað og séð hvað er hægt að ná miklum árangri með því að hugsa og með því að fá starfsmenn í lið með sér. Þetta er náttúrulega hægt hvað að því. Þannig að endilega að hafa svona upplýsingar bara opnar og leyfa starfsfólkinu að enginn vill vera einhver volið umhverfisuppa. Þannig að fá starfsfólki með og það hafi hvata og þetta er alveg hægt. Það er hægt að gera gífurlega marga góða hluti að maður rekur sér náttúrulega á. Það er margt sem við þurfum að laga bara sem þjóð. Það er mjög skrítið að þurfa að leita til erlendra fyrirtækja til þess að geta fengið vottaða kolefnisjöfnun og það er þessi vottun sem skiptir líka gífurlega miklu máli. Hérna okkur finnst kannski að vera oftar eitt píp, sérstaklega umhverfisvottunin, en það er eitthvað sem að væri voðalega áhugavert að sjá að sem flest fyrirtæki í Vestmannaeyjum væru með umhverfisvottun. Fólk þarf að fara í naflaskoðun til þess að ná henni, en endilega svona að ná upp svona stemningu til þess að það gerist. Algjörlega. Já. Takk fyrir það. Bara til að byrja með, Dagný, takk fyrir góða kynningu og takk fyrir Helga Kristín að minnast ekki á það að framhaldsskólinn er búinn að stíga
stuðið myndi skjóta þessu á mig, en gerir það ekki. Og bærin búin að stíga svona mörg lítil skref, bara svona eða fórt að nefna snappbílinn sem að verður rafmagnsbíl sem við keyptum og það verður að vinna að þessu. Ég líka nefna annað sem að mér finnst mjög skemmtilegt og það er að kaupa rafmagnssláttu og þegar strákarnir fara að slá inn á færa bæinn á sumrin, þá verður það með rafmagnssláttu og þannig að þetta er svona lítil skref sem við erum að stíga. En ég hjóði að þú talar að til ásins 2030 að þá eigum við að setja okkur markmið hvað við ætlum að draga úr útblæstri mikið og við varum bara að byrja þannig bara svona þín tilfinning. Hvað er raunhæft að við getum sett okkur sem markmið til 2030 samdrátt í útblæstri? Sko, já, þetta er svolítið sérstakt út af því að við sjáum til dæmis að úrgangurinn er eitt stærsta losunarflokkurinn. Þannig að þar getum við strax náð töluverðum árangri. En síðan er til dæmis eins og við sjáum lóðsinn vera mjög mikinn útblástur. Þannig að, þú veist, ætlum við til dæmis ef við erum ennþá með sama bát, þú veist, þá strax þrengir það að kannski hvort að við náum markmiðunum fyrir þann tíma. En flest sveitafélög held ég setja sér markmið um 55% samdrátt sem er þá sem sagt svipað markmið og ríkisstjórnin er með. En ég held einmitt að við þurfum að huga að því líka að þú veist, að ef við setjum okkur svoleiðis markmið að þá sé raunhæft að uppfylla það. Þannig að, og svo líka það þarf ekkert endilega að bíða með allt þangað til þá. Þú veist, það má alveg byrja, þú veist, við þurfum alltaf helst að draga úr losun bara sem fyrst. Þannig að, já. Sláttuorðin duga ekki til. Þeir duga ekki til. Og þetta er náttúrulega bara vinna, þú veist, það er vinna bara að byrja að flokka og þú veist, þannig að það þarf eins og Helga Kristín að segja bara dedication og alla starfsmennina með. Nú sjáum við einmitt að lóðsinn er að minga svona rosalega mikið. Haldið þá að öll hinn skipin sem óskemmt hefur skipin. Það er borðleggjandi að fara í rafvæðingu hafnarinnar bara á fullt eins og menn verður að gera í borginni. Það tekja á mótum stóru skipum og veitt þeim rafmagn. Og það sé hér landramagn, þannig að það sé engin skipsvél í gangi hérna innan hafnar þegar maður sé á rafmagnu. Já. En ég kann að segja, sko, við myndum algjörlega vilja það. Við eigum bara ekki því mörgum milljarða sem það kostar. Þess vegna er samstarfsverkefni einmitt verið að þrýsta núna á og hafnir landsins að þrýsta á ríkið að þetta sé verkefni sem sveitarfélögin ráða ekki við. Þetta er bara, þetta kostar sko skriljón. En við erum að gera það sem við getum. Við erum að reyna að tryggja allavega það sem stýra flótanum en skipin hafa stækkað og breyst og við erum ekki að tryggja eins mikið landramagn og við gáðum sko. Og svo líka Bæta við þetta okkur. Svo er þetta bara, þú veist, og útgerðin þarf líka að vera klár. Þú veist, bátarnir, þú veist, það er ekki nóg með að við eigum tenglana og rafmagni. Þú veist, þetta er svo margir þættir sem koma að þessu. En þetta ef við ætlum að landtengja skemmtiferðarskip og flutningaskipin sem koma hérna, við erum að tala um milljarða, sko. En er bara nú raforka hingað fyrir það? Þú veist, svo er þá, þú veist, þetta er eiginlega bara illframkvæmanlegt. það er náttúrulega mikilvægt að horfa til þess í loftslagsmálum að fara í framkvæmdir þar sem peningarnir nýtast sem best. Þannig að þú veist, já, hversu mikið spörum við fyrir, þú veist, versus hversu mikið eyðum við. Þótt að í framtíðinu auðvitað með tímanum þá verði þetta náttúrulega einhvern tímann raunin. Það er klárlega fyrir allan flotan okkar. Já. Það er eitthvað sem við byrjum allavega á einhvern veginn. Já. Þetta snýst alltaf líka um afhendingu á raforku bara til Vestmannaeyja. Nú var verið að tilkynna það að bræðslurnar okkar fá ekki rafmagn og það þurfa að gera olíu og loðnuverk. Já. Þú veist, við þurfum alltaf að fá bara, við þurfum að framleiða rafmagn í landinu og afhenda það. Það er bara best að bara nýta þennan vind. Frosti? Ég vil bara taka undir orð Davíðs. Mér finnst ekki nóg að þessi bara verið að gera í umhverfisstefnu fyrir stofnanir Vestmannaeyjabæjar og starfsemi Vestmannaeyjabæjar. Við erum að taka þetta fyrir Vestmannaeyjasvæði í heild sinni og ég held að við værum að koma þannig. Þá eitthvað þurfum við að byrja og þetta er byrjunin. Já, ég var að segja að ég held að það væri, það er bara
Já, það einmitt, við byrjum með umfangi hér og að ná til starfsmanna bæjarins og síðan einmitt spurning, reynum við líka að, ég sæi fyrir mér að bærin líka reyni að fara í bara samstarf með fyrirtækjum vonandi í framtíðinni hvernig við getum unnið saman að því sem kannski ekki í beinum áhrifum bæjarins. Því að við getum auðvitað ekki stjórnað fólki eða fyrirtækjum en við getum kannski fengið lið með okkur. Svo eru stefnur náttúrulega lifandi. Það stöðugt verið að endurskoða stefnur og bætinu. Helga Kristín. Ég líka mjög takka henni. Þetta var mjög gott hjá þér. Ég takka þér ekki á það. En mér finnst líka svolítið smart eins og við sjáum hann að Rauðagerði, það sker súr. Þetta er náttúrulega gamlar tölur og kannski eitthvað öðruvísi núna. Að miðla góðum lausnum, það sem að fyrirtæki bæjarins að gera. Að miðla því sem að gengur vel, þá getur kannski aðrir tileinka sér það. Algjörlega. Þegar þið voru að tala þarna kirkjugerð og umbúðir, ekki oft líka það að byggja utan eldgömul hús við alla enda og svo innviðurinn kannski, ég þekki vel til innan þeirra í umbúð, að láta leika vatn í kannski 20 mínútur til þess að verða heitt. Því að þetta er svo gamalt og svo það að byggja einhvers staðar og það kannski verið ekki að horfa til framtíðar sko. Svo hitt orðið ónýtt eða endarnir eru, þannig að kannski það líka að hugsa þegar það er að skipuleggja að hugsa framtíðina, hvernig nýtist gamla drasli við þetta nýja. Það kannski líka eyðslan. Og þessa niðurstöður náttúrulega gefa það þannig að það þarf að skoða og hvað þarf að skoða. Og hvað hægt að gera til þess að laga þetta, sem bara mjög gott. Ég hef að skilja grænfánanum hérna hefur í einnig glæfni. Já. Grænfánan ekki fyrir skóla. Jú, þetta fyrir Kristín, hérna grænuskref í framhaldsskólanum, mjög flott. Ég held að við séum að í dauðafæri að gera eitthvað svoleiðis í skólanum. Það var byrjað við sér fyrir mörgum árum síðan. Fara í þessi grænfána vegferð, manstu því, Íris? Ekki? Já. Hvað stoppaði það svo? Hvað staðan í Það þetta? tók annað þróunarverkefni við. Já, ok. Það var í einhver Drífa, þú varst líka þegar við vorum í þessu, það var í einhver ár og það þú þarf nefnilega alveg að hafa fyrir því að vera með halda grænfánanum og taka þessi skref og ég viss að það verið auðveldar að fara með þetta inn í dag, það bara breytt hugsun. Ég held að við séum bara svolítið mörg tilbúin að leggja bara svolítið mikið á okkur í þessum málum. Og unga fólkið náttúrulega. Sérstaklega. Já, Sigurður tilbúin að leggja fullt á þessu. En það snýst náttúrulega og ég alveg sammála og ég bara, við verðum að byrja einhvers staðar. Við byrjum reynum að byrja á Vestmannaeyjabæ, að við séum að taka til og við séum að gera þetta. En auðvitað verður þetta að vera þannig að svona plagg sem er lifandi þarf að flæða yfir. Við viljum náttúrulega gera þetta öll saman. Þá við getum svolítið stýrt okkar starfsmönnum og komið því í gang, en þá þarf að vera þessi hvati sem Helga talar. Starfsfólki og þá fyrirtækinu og eigendur þeirra verða að vera tilbúnir í þetta verkefni. Og við viljum náttúrulega ekki þvinganir, en lögin að breytast, það alltaf að breytast lagaumhverfi. Og það alltaf verið að ýta öllum meira og meira inn í þetta og ég held að það sé auðvitað að ýta okkur í dag en verður 10 ára. En við skiljum bara mikið þessi alvarleika þess að við þurfum að taka á þessu mál. Það samt ekki svona hvati, eins og með þessum skrefum sem að ríkið með, þarf þá ekki bara, þurfi bara stofnanir bæjarins að fá einhverja svona, einhverja hvata og svo þá er ég að útfæra það bara í fyrirtækinu í bænum. Sko, einmitt. Afslátt á fasteignagjöldum til fyrirtækja, eða lærri, ef bara, ef þú uppfyllir svona skrefa, þá getur þú fengið. Má ekki vera svona fólk bara að feika til þess að vera stofnun ásins eða til þess að vera grænfána stofnun ásins eða eitthvað. Já, en Og líka sama þetta að fara að rukka alla fyrir að henda rusli þá þetta bara hraun. Já, þetta eru bara reglur. Þetta eru bara reglur sem við sem stjórnum ekki. eru bara að koma. Já. Þetta bara ég veit ekki hvaða ár það ekki langt í þetta. Ég held sér bara, þetta ekki næstu, ekki núna heldur, Já. 23. Og við sjáum bara eins og það kemur í 8 hringrásarhagkerfinu kom í sumar þar sem sett markmið 60% endurvinnslu á Íslandi og svo sjáum við það kemur
bann við urðun lífræns úrgangs og það kemur svo að þetta pay as you throw og þessi skref eru að koma bara, þú veist, hvert. Hvernig virkar þetta að pay as you throw? Þannig að nú ég í þríbýli og það er 5 tunnur og hver á að borga fyrir hvað? Hvernig á þetta að virka? Við höfum bara, ekki séð útfærsluna á því. Það er bara einmitt út fyrir okkar kannski í augnablikinu. Það gæti til dæmis verið með því að fækka því að það sé tekin tunnan hjá þér. Það sé bara svona rafrænt af því að Vestmannaeyjabær er líka verða stafrænt. Þannig að þú bara ítir þá á eitthvað knapp og þarna viltu fá ruslabílinn. Þetta er ein leið, við höfum alveg rúmt á til þess að þetta rúmt á til að innlega þetta og það eru margar hugmyndir komnar fram hvernig við förum að þessu. Það er líka verið að tala hvort við þurfum að vikta þetta, vikta rusli sem kemur, en allavega við getum fækkað því að fá bílinn til þess að losa hjá okkur tunnurnar. Það er auðvitað verða það ódýrara og í svona rafræna heimi, en þá er þetta tiltölulega auðvelt að útfæra. Þannig að það verður eftir blóta. Og það má kannski bæta við þetta að langstærsti kostnaðurinn í sorpmálum í Vestmannaeyjum er förgun á óflokkuðu sorpi og þar er bara þannig að fólk sem er ekki að flokka er að búa til kostnað sem að, þú veist, þeir sem er að flokka allir borga og þetta hleypur bara á mörgum milljónum króna og þú veist, skilvirkasta leiðin til að draga úr þeim kostnaði er bara mjög einföld og hún er að flokka. Og sérstaklega líka upp á móttökusvæði, það þarf að flokka þar líka. Og það er kannski svolítið það sem þeir komnir með í bænum, þeir komnir með þetta pleysu og þegar þú skilar á svona stöð eins og frá, þá borgar fyrir það sem þú komið líka bara venjulegur íbúi. Það er ekki rukkað fyrir það hér. Bara losunin á gámnum frá kostar 1 milljón á viku fyrir sveitarfélagið. Þetta eru 52 milljónur á ári óflokkaða sorpir sem við erum að henda frá. Þá erum við ekki að tala um heimilissorpi sem tekist. Hver er heildarkostnaðurinn á móttöku sorps frá bæjarfélaginu? Ég minnir að það sé cirka svona 27 milljónir. Já, nei, það er það sem við borgum, sveitarfélagi borga með. Þetta er miklu dýrar. Þetta er í kringum 80-90 milljónir heildin eitthvað svoleiðis. En sveitarfélagi borgar 27 milljónir með sem það rukkar ekki. Og eftir 1 ár, þá stendur ekki í boða sveitarfélagi síðan yfirgreiða sorp. Þannig að þá þarf að hækka sorp. Það er ekki náttúrulega það veit íslenska fólk að veit það er vikta. Nei, sko, málið er það, Frosti, þetta snýst ekki hvað mér finnst. Þetta snýst það sem við erum að stilla okkur upp í. Og líka, sko, við getum ekkert bara sætt okkur við það að það sé þannig, að það verður bara einhvern veginn að breytast að hugsunarhátturinn sé þannig að þú farir þá bara út á hraun. Bara þú veist, ég veit ekki hvort að öryggismyndavélar eða hvað er hægt að gera, en ég held bara að við verðum líka bara að horfa, þú veist, á þá sem við þekkjum og segja bara, heyrðu, það er bara ekkert í lagi að fara út á hraun og henda sorpið þar. Það bara verður að breytast. Ég get bent ykkur á það að ég fer með 3 tunnum hjá mér af óflokkuðu sorpi, þá kostar það 14.000 krónur að fara með það í þessu. Ég finnst bara vera að og held að Vestmannaeyjabær hafi gert samning við KUB að hreinsa sorpið úr Vestmannaeyjum fyrir að hafa íbúðunum fyrir sáralítið en gefið jáfnframt veiðileyfi á fyrirtækjum því að þau kvenka sér mikið yfir því hvað dýrt sé að fara með sorpið undir því. Þið getið kannski vitnað það þeir sem eru í rekstri og ég veit að fyrirtæki sé að flytja sorpið að vilja upp á land til þess að losna undan þessari gjaldtöku Ég held að væri mikið heillaskref að fá að Vestmannaeyjabær tæki við rekstri frá og gerði þetta einhverju myndarskap. Þetta er hörmung að sjá þetta, hvernig staðið er að þessu. Sjá því svo umgengina í gryfjunni frá. Þetta er ömurlegt að horfa upp á þetta. Já. Ég náttúrulega hef ekki skoðað þessu tunnuna hjá þér, en ég hef náttúrulega vonað að þú sért að draga úr kostnaðinu eins og flokkinn eins mikið og getur. Þannig að en einmitt, þú borgar 14.000 krónur. Ég fyrir að losa á 3 tunnum. Já, af því að ef að þú myndir ekki borga það, þá myndi bærinn borga það.
þannig að þetta er kostnaður sem Ég er að, bara að hugsa, þetta eru miklu peningar og ég vil sjá bara að við stöndum miklu betur að þessu og ég held að það sé númer 1 að koma upp betri aðstöðu til flokkunar og helst húsi þar sem að þegar þú kemur inn þá getur flokkað þetta inni en ekki á einu veðrasamasta stað á eyjunni. Já, það verða að hluta til úrbætur af því að við erum að færa sorpflokkunarsvæðið á, sem sagt, á annan stað, þar sem er skjólsamara þarna upp frá og það hefur orðið rosalega mikil framför á svæðinu og hann Frikki sem er að stjórna upp frá, hann hefur gert ótrúlegar framfarir á sínum starfstíma. Þannig En Dagný kom inn á það áðan að við ættum ekki helst að ræða sorp, að það mátti ekki taka hérna yfir, við skulum halda okkur við hérna. Já, einmitt. Það við, þú veist. Taka fyrir umgengnina á hrauninu sjálfu, er það ekki umhverfismál? Jú, hún alltaf einmitt sýndi glærur einmitt af því. Já, mér finnst það vera alveg ömurlegt að fara hraunið og horfa upp á það, hvernig er búið að fara með hraunið. Hraun hitaveitusvæði allt saman er alveg, og það er ekkert annað en bara gos sem getur bjargað hrauninu, hef ég bara heyrt fólk tala sko. Og svo Gryfjan við Sorpu, þá var að forgangsmála að klára lokinni því að það er ömurlegt að horfa eins og fyrir túrista að fara á Eldfell og horfa ofan í Gryfjuna, þar sem við verðum að urða alls konar úrgang. Algjörlega. Sem er búið að rukka hellingspening fyrir af kull. En við þykjum það mjög vel núna að þið gætu skrifa niður ábendingar og svona athugasemdir fyrir okkur til þess að fara með áfram inn í þessa vinnu. Allt sem það náttúrulega eru 2 spurningar á borðunum sem var líka mjög gott að fá svör við. Og svo í framhaldinu munum við við erum með netfangalista sem við munum senda kannanir á, sem er bara mjög gott að ef þið væri tilbúin í það verkefni með okkur líka. Gjörðu svo vel. Það væri bara stofnanir og bara Vestmannaeyjabæ. Það er náttúrulega ekki þannig. Markmiðið með þessu er náttúrulega að minnka losun frá sveitarfélaginu í heild sinni. Þá er náttúrulega allir undir, bæði íbúar, fyrirtæki, stofnanir og bæjarins og svo framvegis. Þannig að ef við ætlum að geta sett okkur markmið þá þarf allir að vera með og til þess er þessi leikur gerður. Til þess að þetta komist yfir á allan Vestmannaeyjabæ, allt umhverfið okkar, allar auðlindirnar okkar og svo framvegis. Við skulum ekki taka þessu að bærin sé að setja stofnunum sínum markmið. Þetta er markmiðið fyrir allt sveitarfélagið, alla íbúa, öll fyrirtæki og allt í heild sinni. Þetta er ein risastór heild. Greiningavinnan var fyrir stofnanir. Það er það því þar byrjum við. Og svo eins og Njáll segir, þetta er náttúrulega áveðum. Framtíðar, þar er allt. Nákvæmlega. Og já, ég held að bara einmitt við hjá bænum í rekstri bæjarins, við viljum frekar vera í forystu í sveitarfélaginu og að sveitarfélagið fylgi með. Bara sýna gott fordæmi. Já. Ef við ekki bara segja þetta gott. Já. Tengist þetta ekki líka skipulagsmálum í bænum bara yfirleitt? Jú. Bærin er skipulaður. Auðvitað og Næsta skref svona kannski að það er kannski eitt það sem við komum ekki inn á er til dæmis bara gera miðbæinn okkar fallegan. Það er líka náttúrulega hluta umhverfin okkar. Já. Bærinn innan bæjar er líka umhverfið okkar og við þurfum náttúrulega að vanda okkur rosalega í Vestmannaeyjum bara hvernig við skipuleggjum eyjuna. Og vera einmitt ef við tölum hraunið, hvað má raska, hvað á að vera ferðamannastaður. Þannig að þetta svæði sem við höfum nýtist okkur og sé fallegt og gott að vera í. Við séum bara í dauðafæri til þess að verða í fyrirmyndar samfélag því að í orkuskiptum og öllu þessu við landum rafnum sem eigin græna. Algjörlega. Bara sjáum rafbílavæðinguna sem við erum komin núna að verða núna með hæsta hlutfall rafmagnsbíla per íbúa. Stórflott. Þannig að við erum bæði reyna komin á þessa vegferð og þannig að Algjörlega og dauðafæri það til að gera þetta. Algjörlega. Það er eitt fyrir kannski spá atriði sem að væri kannski í sambandi við markmið, fólk á Vestmannaeyjabær gæti sett sér einhver ákveðin markmið að við þurfum að ráða til sín verktaka
sem að væri til dæmis með eingöngu vörubíla sem væri rafdrifnir, til dæmis það, innan 5 ára, eitthvað svoleiðis verkefni. Við verðum búin að fá nýjan götusópara sem verður rafdrifin. Sá sem að heyrði sorpi hérna, hann verði á rafdrifnum, sorpbíl, sko. Algjörlega. Allir svona punktar vel þegnir. Já. Komdu þeim á blað. Ég var að horfa á breytingu út í Kína, þess að ég hafði ekki trú á því að hvað mikil breyting, það eru bara ákveðin hlutar af borgum þarna sem eru lokaði fyrir að þeir engin strætó inn á svæðu, öðru sem verður rafdrifin, steypubílar, vörubílar og allt svona, að það er bara lokað fyrir í framkvæmdu, sko. Já, þetta er framtíðin. Við erum að setja okkur svona framsækning markmið. Ég er Já. bara með tillögu það og sendur okkur spurningar. Við erum konar með maili okkar. Já. Kannski gefur þið tímum til að hugsa þetta og annað. Já. Við getum svo verið að öll á samskiptum bara í tölvunni. Algjörlega. Það er bara alveg mjög, við ætlum að, erum að huga að því, þú veist, að senda ykkur einhvers konar könnun sem við eigum eftir að útfæra. Hvort það verði kannski líka skoðanakönnun og þannig að við viljum fá þetta. Já, þú meinar þessar spurningar sem eru á blöðunum. Já. Við kannski byrjum á því. Já. Það er bara spurningum að bara hafa það þá í þessari könnun sem sendu verður út. Já. Ekkert mál. Einmitt. Bara flott. Ha. Já, þær munu, Við getum deilt þeim, já. verða þær ekki bara á heimasíðu bæjarins? Já, við getum skoðað. Ég veit ekki hvernig maður gerir það, en það er alveg örugglega hægt að deila þeim. Takk fyrir.